brjóstaraldaran í skápnum vinstramegin, sko. Já. Ekki? Ég veit það ekki. Nei, var hann kannski hægra megin? Ég skal ekki segja. Ertu að vísi í, Jóhannes? Já, eða bara í fósbræður, náttúrulega upphálega. Já. Svo náttúrulega tók Jóhannes þetta á sænsku, í Succession. Já, ég á eftir að horfa á þetta. Ég líka, ég á eftir að, sko, ég ekki einu sinni búin að sjá einasta þátt, sko. Nei, þú átt mikið eftir, þú átt mikið og... Ég hlakka bara mikið til að binsa það einn daginn. Margar góða stundir. Ég segi það. En kæru vinir, þessi þáttur, þetta er bara Neyðarpillan og Powerade. Já. Bara rúll út í apótek, Neyðarpillan og Powerade, þetta er þannig hlaðvarp. Talandi það, ég meina það getur fyllt þessu smá skömm að fara í apótek að kaupa ýmislegt, maður veit það ekki. Já. Og þannig að... Þessi er þessi bílaapótek snill. Algjörlega. Ég fíla þau. Það herru, kæru hlustendur, 9. maí. Veistu hvað er uppáldið að mér að kaupa það samt? Nei, hvað er með það? Mætir, rúllar, dökkur og brún. Já, dökkur og brún. Já, svona þungur og brún segi ég. Svona brún og þungur og dökkt yfir. Já, einmitt. Og þau sjá þær augljóslega eitthvað. Já. Og þú skammast í svona. Já. Og svo eru þið með Dominos. Fá eina slæs á Dominos. Djókar í þeim þannig. Já, einmitt, það er náttúrulega það hægt. Þau hlæja bara, þau hafa gaman að þessu. Já, þau greinir hlátri við því. Já. Þetta er eins og að fara hérna í bílalúðunar og syngja pöntununa eða eitthvað svona. Já, þetta er svona svipaði af fyndi. Klassískt. Þetta eins og ég segi 9. maí og það, nú erum við konur í lifin, sko. Við erum svona dálítið að halda áfram í þessum heilbrigðis. Sko, þetta er framhald af seríu 12, Já líf, já líf. Já. Og þetta heitir Já lif, já lif. Já, það má segja þessi þáttur. Já, þetta er singull, eða svona, já, nokkurn veginn. Já. En Lyfjaval, já. Ég er nokkuð spenntur fyrir þessu. Ég meina, við höfum velt þessu dálítið lengi fyrir okkur. Hvað þetta er sniðugt og við höfum nú eitthvað rætt þetta í föstudagsskaffinu. Þá á ég við bara Lyfjaval sérstaklega, sko. Ég elska þessi bílaapótek. Þetta er skemmtilegt. Herru, við erum ekki einir í dag, við erum að sjálfsögðu með Kelduna sem fyrr. Og við viljum impra á appinu, gamla góða, sem er náttúrulega bara frábært verkfæri fyrir fólk sem vil vera með verðbréfamarkaðinn á Kristall Tæru. Við erum auðvitað með rauntíma upplýsingar þar. Heyrðu. Hlutabréf, skuldabréf. Akkurat. Og kaup- og sölu tilboðin, skilur, svo getur séð viðskipti dagsins og eitthvað svona, sko, sem er náttúrulega algjör lúxus, allt í rauntíma. Hvað ætlar að segja? Nei, ég er að hugsa ég er með svo skemmtilega sögu fyrir næsta föstudagskaffi. Já. Af hverju, þetta er rautt þetta fyrir niður, grænt fyrir upp. Já. En ekki þannig emojis. Hefur þú kynnt það? Já, byttu nú við. Emojis er döfugt. Já, þá er þetta rautt og blátt, eða ekki? Allavega rautt upp. Já, það er heitt, er það ekki svona hiti? Nei, það er því að emojis koma frá Japan. Það er náðu þetta upprunnsinn. Já, við þurfum að, sko, ég verð með krufningu. Já, ég verð með krufningu. Og ég er með tillögu til Tórsarans, Keldunni, á þjóðatíð Japans. Þá munum við svitsa þessu einn dag á Keldunni. Getur við skaman. Svona Japans þema. Svona öllu ganni slepptu, þá er Keldan grunninn viður. Já, ekki spurning, búin að vera með okkur nánast frá upphafi. Þetta eru $19,83 fyrir þessa þjónustu á mánuði. Já. Og gjöfin ekki gjald, segi ég, og þannig getur séð, eins og ég segi, allan fjandan, gengi gjaldmiðla, kryptó, allar fréttir og norrænar vísitölur, eins og við höfum talað, og allt í rauntíma. Þannig að við hvetjum ykkur til að kíkja á það. Og sömulegis inkasso, það er þessi mannúðlega innheimta sem við höfum innbráð á, margoft áður. Fagfólk innheimtu, og þetta er að verða helviti þægilegt núna. Já. Vanskilinn, einhver staðar aukast, lendi í þessum daginn, einhver ekki búin að borga reikning á einn dag, ásakið, Payday sendir á mig, ekki búið að greiða, beint komið í ferli og inkasso. Já, þetta er bara komið, þetta er sjálfvirt. Og ég held að fólk er svona eitthvað aðeins að veigra sér fyrir að fara inn, byrja að stilla þetta, tekur enga stund og þegar þetta er búið að stilla þetta, það er dálítið sjálfvirt. Algjörlega, og eiginlega sko, skiptir ekki máli stærðin á businessnum, skilur, þú vilt eiga þessa innheimtu þjónustu inni, skilur, það er ekkit litið á þetta hortnuga, sko. Nei, það er líka fólk vil bara fá greitt eins og hver annar, sko. Inkasso, þetta er fallegt nafn, þetta búið að vera með okkur í boltanum lengi. Inkasso Momentum, þetta er eitt af stærsta, það sem fólk áttar sig ekki á, þetta er líka fyrir lítil og meðalstíður fyrirtæki. Bara eins og einhverja sprelligos eins og okkur. Já, algjörlega. Við förum í næstu bílalú og pöntum pítsu og Neyðarpill og Powerade, skilur við. Það er bara sjálfsagt að fá greitt og Inkasso hjálpaði það, tjekkið inn á inkasso.is og skráðu ykkur strax í dag. Herru, Isnik, sömuleiðis. Herru,
fólk að elska hugmyndina þína þarna með fermingadag. Já. Kaupa fermingadag. Þetta er eintóm snilld. Já. Svo ég segi ekki meir. Ég fekk einmitt hlíðarspurningu við það. Er það ekki rétt að hann Addi í Pingjunni að safna svona sérmertum servéttum úr fermingum? Já. Er það rétt? Nei. Helena Rós, dagurinn minn 50-2023. Já. En herru, Isnik segi að sjálfsögðu bara öll lénin leitiði þar í glugganum hjá þeim inn á isnik.is. Það er hægt að greiða með aur núna í dag. Mjög þægilegt. Þannig gegn. Þannig að svo er eitt sem langar, maður er alltaf komið með einhverja nýja pælingar. Og ef þú ert ef þú ert iðnaðarmaður eða einyrki eða eitthvað svona, ekki vera með Gmail. Ef þú ert með eitthvað business, saman hversu lítinn, ekki auglýsa netfang sem endar @gmail.com. Já, rafvirki 23 @gmail. Nei. Bara verður með .isliðin og bara tengdu það við Gmailið þitt. Það er bara eina vitið og þetta er bara svona lúkka meira professional og traustvekjandi og bara iðnaðarmenn eða einyrkjar guðanabænum. Ekki nota Gmail. Nei, sammála því. Þetta er mjög góð ábending. Annað lén vikunar, það er ennþá laust. Dalai-Lama.is. Já, ok, og við ætlum ekki að nefna hann oftar að nafna í þessu þætti. Nei. En síðastur en ekki sístir Landsbankinn. Það er að sjálfsögðu vikubyrjunin og Hagsjáin sem fyrr. Hagsjáin. Og það er náttúrulega búið að vera mikið fjör í þessu, þú veist, það eru uppgjörinn búin að vera síðastliðna vikur og þú veist, þar eru við með, sko, eins og í vikubyrjunni, þú ert bara látið vita nákvæmlega hvenar er hvað er hvenar í vikunni og Hagsjáin sömuleiðis til að svona skerpa á, bara svona alliða vitund í fjármálum. Þannig að við hvetjum ykkur til að skrá ykkur á póstlista hjá Landsbankanum inn á landsbanki.is/póstlistar. Ég veit að voru einmitt margir hikandi sem eru þungir í þessum flugbréfum. Já. Að það var þarna greining á framboða flugi sem er náttúrulega búið að margfaldast frá því á sama tíma á árun áður. Já. Og það voru einhverju sem leist ekki á blikuna. Nei. Það væri að verða mikil samkeppni og það þyrfti að losa þessi flugbréf. Já, eða ekki. Við ætlum ekki að fara að gefa neina ráðgjöf hér. Ert þú langur flugbréf? Já, það kemur þér ekkert við. Nei. Nei, ég bara, ég ætla ekki að gefa neina ráðgjöf hér, en við hvetjum fólk að sjálfsögðu til að, þetta er ekki beint ráðgjöf þarna í Hagsjáni, þetta er bara svona alhliða fjármála, bara einhver vitneskja sem að þú verður betri maður fyrir vikið. Akkurat. En, herðu, sko, nú er að lifin eins og við segjum og þetta er búið að vera dálítið lengi á blaði hjá okkur, lyfjavalið og náttúrulega erum hérna í Seðlabanka Kópavóks bara við hliðina á, í hliðasmárunum þannig að þetta hefur svona oft borist í tal þessi briljant business sem þetta er, bílaapótek. Já, bílaapótek er náttúrulega snild en, sorry. Nei, bara, eins og við vorum að nefna það getur verið svona, það getur fyllt í skömm að fara í apótek, að labba inn og taka númer og þurfa að segja eitthvað hvað aðilinn ætla að fá, en þarna er þetta svona gert talsvert þægilegra. Þetta er náttúrulega auðvitað bara briljant hugmynd. Ég heyrði þetta líka gagnrýnt einhvers staðar daginn, gott ef það var ekki bara á Bylgjunni. Gagnrýnt? Já, þú veist, gagnrýnt þetta fyrirkomulega, sko, Arnar! Já. Arnar! Þú kemur þarna með skottið á milli lappana. Roxy Cantacroli. Já, það er ekki Sanax á því. Já. Að ég veit ekki hvort það sé svona vottaðins enn sens. Já, emitt sko. En þú veist, hér er bílaapótekið. Já, bara að koma til bjargar þessu fólki, sko. En þú ætlar að byrja á einhverju svona smá samantækti, eða ekki? Svona... Sko, við erum með lyfjaval, eins og áður segir. Það segir á þeirra síðu. Ég er eiginlega meira með svona bara svona investment juice. Já, spekulera í... Þetta er náttúrulega búið að fara þarna fram og aftur með þetta, dálítið, síðust árin. Já, tökum stuttasögu eins og hún er sögð á þeirra eigin heimasíðu. Sko, Apótek Suðurnesja stofnað 8. apríl 1996. Var það fyrsta apótekið sem var opnað eftir að ný lyfjalög tóku gildi og heimiluðu opnun á apótekum. Hugsaðu þér. Þetta er okkar æviskeiði. Já, var þetta áður þá í... Miðstýrðu kerfi, þar sem voru lyfsölu leyfi útlutuð og mér skildist að það hafi verið ákveðið fjöldi eftir svæðum. Já, mitt. Þannig að þar hefur það. Já. Og ég ætlaði nú að vera með hérna eina litla spurningu til þín í boði Inkasso, því að þeir eru svona talna glöggir.
Veist þú hvað voru mörg apótek starfandi á landinu 2021? Nei, hvað áttu við marga keðjur eða bara mörg útibú? Nei, apótek, bara útibú. Já, við að henda á 68. Jöfnlega þau eru naskur. Þetta á 74. Aja. Ég sko, top of my mind, hefði giskað á svona 15. Já, ég veit ekki. Sko, apótek, ekki apótek svona í cirka hverju sveitafélagi og... Jú, hvað er mörg sveitafélagi? Ég veit ekki. Þú ert ekki að spyrja því. Nei, en sko, 46% er á höfuðborgarsvæðinu. Já. Þannig að þetta er góð summa. Það er alveg slatti, sko. Já. Það eru nokkra keðjur. Og svo var önnur spurning, veistu hvað er elsta starfandi apótek landsins? Í einkaeigu, kemur þetta fram? Nei. Siglufjarðar apótek. Já. Stofnað 1928. Já, sko. Þú er nú komið norður, ég held að væri smá siglfíningur. En ég meina, var þetta ekki ríkisreiki áður eða? Varstu ekki að segja það? Nei, þessi var miðstýrt. Það er að segja hvað þú máttir opna og hverjir máttu opna. Í dag mættu við held ég opna apótek ef við höfum... Ég veit ekki, það var reyndar tilskilin leikli. Já, hvort að við tveir getum opnað hérna litla búllu, einhvern lítinn sjálfsala hérna fyrir utan. Þurfum að skoða það. Sjálfsala apótek, það var næsta nýja kynslu. Hvað væri svona helsta sem færi þinn sjálfsala? Sjálfsala, það náttúrulega má ekki hvað sem verið í þessum sjálfsala. Nei, svona svolítið gauragangur, það væri smá gúmí. Nei, ég ætla ekki að fara að tjá mig það hér. Nei, ok. Já, við sitjum þá síður er svo að fara að hleypa þér á spórið með það? Já, nei, allt í góðu. Sko, 2003, þá kemur nafni Lyfjaval, sem er stofnað af eigendum apótek Suðurnesja og svo fyrsta var stofnað í Mjódd. Svo 2005, 2 árum seinna, þá kemur Lyfjaval Hæðasmára, sem er hérna rétt hjá okkur. Já. Sem er bílaapótek. Sem er fyrsta bílaapótek landsins. Var það bílaapótek þá? Já. Ok. Stofnað þannig, náttúrulega við stofnbrautina þarna. Stofnaæð. Já. Stórkostleg uppfinning. Svona svo það komið aftur fram. Sko, þannig erum við komið með 3 apótek undir nafni Lyfjavals, Suðurnes, Mjódd og Hæðarsmári. Þannig er það bara þangað til árið 2021. Já. Október 2021, þá gerist það að Lyfsalinn kaupir Lyfjaval. Já. Það er nú svona smá M&A flétta. Já, sko Lyfsalinn náttúrulega rak 3 apótek. Já, fyrir átti Lyfsalinn 3, 1 í Glæsabæ, svo bílaapótek við Vesturlandsveg og svo 1 í Urðarhvarfi. Þau voru bæði opnið 2020, en ég held að fyrsta hefur opnað 2013, þannig að þetta er ekki íkja löng rekstarsaga hjá Lyfsalinnum. Þannig að þau kaupa hérna Lyfjaval, Lyfsalinn. Og áhugavert hérna við kaupin er að inn í Lyfsalinnum í 10% eigu er félaganafni Skeljungur. Já. Á þeim tíma. Jú, mitt. Sem að er greinilega einhverjum uppbyggingafasa þarna að byggja lítið hús, House of Skel, eins og við þekkjum í dag. Betur þetta í dag sem Skel fjárfestingafélag eða House of Skel fyrir okkar hlustendur. Og þessi kaup voru fjármögnuð þannig að sem sagt, Lyfsalinn kaupi Lyfjaval, Lyfsalinn fyrir hlutafjáraukningu, sem nemur 400 milljónum og Skeljungur eigur hlut sinn úr 10% í 56%. Já, það reyndar kemur fram í ársreining lok 2021 að 58. Já, 58. Já, akkurat. Ég var svona, náði ekki alveg því, sko, en... Já, hvaðan þessi 2% komu? Já. Sko, ég er að velta einu fyrir mér hérna... Fyrir ekki að... Bara svona í beinni? Já, alveg í beinni. Ég er með svo mikið verðmatsdjús, upplýsingar á þessum fréttum og annað og Lyfja var selt núna nýverið. Það er spurning hvort ég fara að láta staðar numi bara núna. Já, viltu taka það þá bara í lokin eða? Já, ég held það. Ok, en sko, það er pæling hvort að þú hérna... Herðu, nei, sorry, ég skal... Við verðum náttúrulega að fara yfir, svo er þetta náttúrulega hvernig þetta er í dag. Já, þetta er 100% eigu Skeljungs í dag. Nei, Skel. Sorry, ok, ég skal halda áfram. Þetta er 100% eigu Skel í dag, as of... Hvað var það í februar? 2023, februar-mars, eitthvað svo leiðis. Februar-mars. Að sem sagt Skel lætur sverfa til stáls. Já, og kaupir, einmitt, sem sagt restina. Já. Það sem sagt í rauninni kaupir Lyfsalan og sem á 100% í Lyfjaval. Já, akkurat. Sko, svo erum við að fara í allar rekstrartölur og ég er að velta fyrir mig hvort það væri anti-climax að ég fari bara strax í þetta. Nei, við það sem ég ætla að gera geima það ánglið í lokin. Þetta eru skemmtilegar upplýsingar. Já, það sem ég ætla að gera er að ég ætla að birta hérna. Það var byrt afkomuveruvörun hjá Skel í febrúar. Það sem á að búa sem sagt verðmeta allar
óskráðar eignir félagsins sem voru þá Orkan, Löður, Lyfjaval, Skeljungur, Gallan. Lyfjaval þarna verðmæti sér. Áætlun fyrir þetta ár gerir ráð fyrir að EBITDA félagsins verði 305 milljónir í 3,1 milljarða veltu. Það var 2,7 í fyrra. Sennilega samanlögðu velta Lyfjaval og Lyfsalans. Getur það ekki staðist? Líklega, ég náttúrulega með 2021 sko. Já, það sem ég með hérna annað áhugavert frá 2021 þegar Lyfsalinn kaupir þá segir, gert ráð fyrir að rekstur Lyfjavals og Lyfsalans muni hafa 250 til 300 miljón króna jákvæð EBITDA áhrif á afkomu Skeljungs ársgrundvelli. Þannig að svona þessi þáttur rannsóknarspurningi sem við höfum hér í dag hvað búið að rætast úr þessari tilkynningu og hvernig stendur House of Skel í dag? Já, ég spenntur að heyra. Ég mjög spenntur að heyra. Þannig að, heyrðu, svo ég með alls konar verðmatsdjús hérna út af því að það búin að vera við fundum náttúrulega kaupverði á Lyfjaval. Lyfja var selt fyrir ekki svo lengu inn í festi og það voru ýmis tölur setta fram þar. Já. Svo lá ég yfir erlendum fræðigreinum. Já, stórkostlegt. Ekki undir þeim, ég yfir þeim. Já, yfir. Ég lá undir þeim og lærði ekki neitt. Kemur með það í samantættinni. Já. Þegar ég búin að fara yfir ársenningin á ekki bara demba mér í hann eða? Jú, gerð það. Sko, aðeins að fara kannski yfir eignarhaldi til að byrja með. Eins og þú segir, allt hlutafé í lok árs var í eigu Lyfsalans EHF lok árs 2021 þú veist eins og þú ert búin að fara yfir í dag á í rauninni Skel fjárfestingafélagi þetta í gegnum Orkan ES Já, og það Orkan sem í rauninni klárar pókerinn og fær þarna fullt hús núna, þetta í mars á þessu ári, fyrir minn en 2 mánuðum. En við ætlum að skoða þessi ársreikning frá 2021 og eignarhaldi það var allt hlutafé í lok árs í eigu Lyfsalans EHF og ef við förum yfir Lyfsalinn EHF í lok árs 2021 þá var Skeljungur eins og hann hét þá með 58% eignarhald. Svo það hérna Pilla Holding EHF 23,6%. Það mjög gott nafn á fyrirtæki. Já, og þetta svo skemmtilegt hvernig þetta svona, það eru 2 önnur, það Medicine EHF og svo Pilla Holding EHF sem að eiga þetta ásamt Skeljungi og þetta svona bæði Apotex svona þema yfir þessu. Sér þetta ekki fyrir þér, inn í kirkju, þau að fara að skýra fyrirtækið og hvað á fyrirtækið að heita? Pilla Holding. Pilla Holding EHF, 23,6%. Það kemur fram í fyrirtækjaskrá að 99% eignarhald sé hjá Magnúsi Ármann og þetta nú dálítil flétta hérna sem að ég fór aðeins yfir sko, eins og ég segi, bara til að rekja alla söguna þá á Pilla Holding EHF 23,6% í Lyfsalanum. Nú Pilla Holding EHF í 100% eigu GGH EHF og GGH EHF sem sagt í eigu 2 félaga, Clover Capital SARL sem sem sagt félag staðsett í Luxemburg og svo Golden Gate Management BVF sem staðsett í Hollandi og sko eftir smá rannsókn þá endanlegt eignahald í eigu hans Magnúsar Ármann en þetta svona dágóð flétta. Anna, verðum við ekki að gefa kredit á upprunalegu eigendur Lyfjavals? Það eru Auður Harðardóttir, Þorvaldur Árnason sem áttu sikkuran 38,25% og Guðni Kristinsson. Ég sá nú einhverja frétta að kallinn var orðinn skattæsti maður hérna Garðabæjar. Hver? Auður? Þorvaldur. Þorvaldur Árnason. Okay, hann hefur eflaust haft einhvern skilding út úr þessu öllu saman. En herru, til að loka hérna eignarhaldinu á Lyfjaval þá það hérna Kristján M. Gretarsson 18,4% í gegnum eignarhaldsfélag sitt Medicine EHF. Nú, eins og ég segi, við ætlum að skoða ársreining frá 2021 og það var nokkuð örlagaríkt ár auðvitað hjá þeim. 3 apótek undir þessu félagi eins og þú segir og sko 3 apótek á suðvesturhorninu eins og segir í ársreiningnum Mjótt og svo apótek Suðurnesja sem í Keflavík. Við hefur það fengið aðra staðsendingu núna komið með bílalúi og svo það bílaapótekið Hæðasmára. En í dag þetta 7 apóteki undir merkjum Lyfjavals og hefur rauninni verið þannig held ég bara frá því eftir sameiningu Lyfjavals og Lyfsalans. En herðu, fyrst það hérna rekstrarreikningur og ég ætla að hafa hann í boði Payday í dag. Já. Og nú alltaf rúf og stúfið þar. Það alltaf milljón. Það alltaf milljón.
og við þreytumst ekki á því að nefna það en fyrir fólk hvort sem það er einyrkjar eða iðnaðarmenn eða með lítið eða meðalstórt. Það er að nýjasta. Hvað segirðu? Módel. Já. Það er nýjasta júskissi. Já. Aldrei á 100 árum hefði ég giskað á það að módel væri að nota Payday. Nei. En það er bara staðan. Það er staðan. Búin að vera fyrirsætast í auglýsingum eða myndatökum eða annað. Já. Ferminga myndatökum. Vantar að senda reikning. Já, Payday. Það þurfa allir að fá greitt. Þetta hefur aldrei verið einfaldara heldur en í dag að senda reikninga og hafa gott utanumhald reikninga og annað. Já. Þannig að við hvetjum ykkur til að kíkja inn á payday.is strax í dag og skrá ykkur og gera það bara að upplifun að senda reikninga. Þetta er upplifun í hverju reikning. Segið það. Herðu, þá er það bara rekstra reikningur. Hann er gullfallegur. Það verður bara að segjast alveg eins og er. Byrjum á tekjunum sem voru rúmlega 1,5 milljarður króna. 1531 miljón nánar aðgáð. Þetta er 9,9% vöxtur milli ára frá 2020 og þarna ber að nefna að tekjuna miða við þessi 3 apótek sem þeir voru með áður. Já. Þau eru náttúrulega 7 í dag. Það opnaði ágúst eins og ég var að segja. En nánast alltaf þessu er bara almenn sala, 1526 miljónir í almenna sölu og svo 5 miljónir í aðrar tekjur og svo hagnaðar af sölu varanlegra rekstrarfjármuna. Þannig að stórgóð velta hjá þeim og ef við bara sifum okkur yfir í gjöldin þá er kostnaðarverð seldra vara tæpur 1,1 milljarður. Það gerir 40,1% álagningu. Og ég ákvað að fara í smá samanburð því að maður velti því fyrir sér þau eru þarna með nokkur apótek bara á hjólum eða þú veist bílalúi hvort það væri eitthvað svona hagræði í því versus það að vera bara með apótek eins og Livia eða Liv og Heilsa. Þannig að ég vildi gera svona samanburð á þeim félögum. Kemur í ljós að Livia með 42,9% álagningu og Liv og Heilsa 45,1%. Þannig að Livia Val er að gera þarna best fyrir neytendur. Er með lægstu álagninguna. Já. Nú tæpur 1,1 milljarður, 40,1% álagning. Förum yfir í laun og launatengd gjöld. Það voru 212 miljónir. Af því eru hrein laun 172 og það voru 20 ársverk á árinu og það gerir 718.000 krónur í laun per starfsmann að meðaltali sem er bara nokkuð öflugt myndi ég segja. Segðu þetta aftur. 780.000 krónur í laun per starfsmann að meðaltali. Já. Varst þú með eitthvað annað? Varst þú búin að slá þessu upp? Nei, ég var nú bara með tekið på starfsmann Já, emitt. Tekið på livsali. Herru, já, hvað emitt? Þau tróna á toppnum líka þar. Já. Það gætir þetta verið. Þetta er náttúrulega slatta af apótekum. Það er apótek Reykjanesbæ, Akureyri, eitthvað sem heitir Garðs apótek í eigu Liv og Heilsu, sem ég held ef þú kíkir á þau independently, þá ertu örugglega með hærri tölu, en af þessum 4 stærstu, Livia Val, Liv og Heilsa, Livia og Livsalinn, þá sé ég tekið per starfsmann 76 miljónir í Livia Val og þar á eftir 75 í Liv og Heilsu. Nota bene, Liv og Heilsa rekur það sem heitir apótekarinn. Líka. Já, einmitt. Þau eru með tæplega 30 útibú, 30 útibú og 25 af þeim eru apótekarinn. Já. Sem held ég ekki á sér reikningi, ég bara við vorum ekki, þetta er ekki þannig hlaðvarp. Við erum ekki að fókusera þau. En sem ég segi 780.000 krónur í meðaltali í laun per starfsmann. Og svo fór ég að velta því fyrir mér, þetta er ekki nema 13,9% af tekjunum sem þetta á laun og launatengt gjöld sem að mér finnst svona heldur lítið og þá fór ég að spyrja mig hvort þetta sé einhver hagræðing að hafa þetta í bílalúgunni. Vissulega er þetta apótek líka, það er, þú veist, þú getur gengið að þetta er ekki bara bílalúga. Já. Þannig að þú veist, fór að velta þessu fyrir mér en Livia er með 19,3% sem sagt laun og launatengt gjöld eru 19,3% af tekjum félagsins og Liv og Heilsa 15,2%. Þannig að hér er í rauninni Livia Val að gera betur með 13,9% af tekjum og ég skal ekki segja að þetta munar nú ekkert svo miklu en það svona komur óvart hvað launakostnaðurinn er lágur þarna. Já, akkurat. Háar veltutölur líka. Ég segi það. En annað núna, það eru örugglega einhver í húsi Skeljungs eða House of Scale að hlusta. Já. Ertu ekki með Livsalinn þarna?
Lyfsalinn er nefnilega með 22,5%. Já, nei, ég tók í rauninni bara Lyfjaval og það er út frá þessu að þau voru með apoteki hérna. Já, bara svona sameina félag, það verður hægra. Þetta 2021, við hefðum svona eftir að hyggja kannski átt að bíða bara eftir 2023 ársendingum. Nei, þetta er samt skemmtilegt, þetta er áhugavert módel, sko, en hérna, herðu, við erum áfram í gjöldunum, höldum áfram þar, annar rekstrakostnaður 37,9 milljónir. Nú engin frekari sundulun þar en ég sé þú í skýringum að félagi greiddi leigu vegna 2 fasteigna á árinu og það stendur svo heildar leigugreiðslur ásins 2021 námu 8 milljónum króna og eru færðar meðal annars rekstrarkostnaðar. Félagið er að ganga frá formlegum samningum við leigusala og það er þá væntanlega bara þau sjálf. Ég sé þess að í ársendingi Landakots fasteignafélags frá 2021 að þann 1. október saminaðist fasteigna hluti Lyfjavals inn í félagið og þess að Landakot fasteignafélag er eitthvað sem var í rauninni hafa sett með, já. Þú komst ekki inn á það í byrjun. Nei, það var í verðmatsstjústum. Já, þetta var í rauninni Lyfsalinn kaupir sko Lyfjaval, 100%. Já. Og svo systur fyrirtæki eigu sömu eiganda sem hét Landakot og hélt utanum allan kom fram allavega fasteignina í Reykjanesbæ en í einhvern fréttatilkynningu sagði líka undir starfsemina í Mjódd og þarna hérna á Hæðaspála. Já, ég kem nánar inn á það eftir. Það voru rauninni bara færðar yfir fasteignar, sko. Já, eigum við eitthvað að tala um þetta? Við elskum þessi fasteignaplay, sko. Það hefur verið dálítið svona viðlóðandi þarna í House of Skill að það hefur verið að aðskilja fasteignar og rekstur. Við nú séð það. Og svo er kötturinn Kaldalón. Já, kötturinn Kaldalón. Hann mýgur utan í þetta líka og Kaldalón að sjálfsögðu kaupir síðan þessa fasteignir. Já. Akkurat, já. Herru, með gjöldin að lokum þá er hérna skrifstof og stjórnunarkostnaður 35,9 milljónir svo sem lítið það í skýringunum. Það er oftast einhver bara svona tilfallandi kaup, pappír og skrifstof áhöld og tæki og nú eða bara hérna rekstur tölvukerfis og sitt hvað fleira. Herru, þannig að gjöldin eru samtals 1375 milljónir króna, tæplega 1,4 milljarðar og þá erum við að tala EBITDA upp á 156,6 milljónir króna. Sem er 10,2% framlegð og það er þeirra besti árangur síðustu ár og bara stórfín svo má segja til að bera það saman þá var Lyfja í 8,5% framlegð og Lyf og Heilsa 7,8%. Já, akkurat. Ég skal vera svona á Lyfsala vaktinu því að ég hendi þeim með. Já, ok. Þetta kom ekki að bela út í þeim. Þeir voru með neikvæð EBITDA og semast neikvæð EBITDA hlutfall. Æjæ. Já, þannig að það á eitthvað skemmtilegt eftir að gera, það verður tekið til. Það verður spennandi að fylgjast með þessu. Samanlögðu velta þeirra, 2,3 milljarðar. Já, fyrir Lyfsalans og Lyfjaval. 2021. Já. Þannig að þeir voru hvað, í kringum 800 milljónir Lyfsalinn í tekjur. 779. Já, akkurat. Það eru skemmtilegt. En svo eru hérna einhver vaxtagjöld líka upp á hvað er þetta? Vaxtagjöld upp á, 6,8 milljónir. Bara einhver yfirdráttur. Já, svo einhver örlítlar vaxtatekjur bara. En hreinn hagnaður eftir skatta er þá 115 milljónir króna sem er 7,5% hagnaðarhlutfall. Það er talsvert betra heldur en bæði Lyfja og Lyf og Heilsa. Lyfja er hérna með 2,9% og Lyf og Heilsa 4,5%. Þannig að það má eiginlega segja sko að Lyfjaval hafi verið að gera betur en Lyfja og Lyf og Heilsa bara í öllum stærðum á rekstrarreikning. Og svo var hérna í lok árs í rauninni bara á árunni og var 35 milljón króna arðgreiðsla fyrir þá rekstrar árið 2020. Nú, þá er í rauninni yfirferðið við rekstrarreikning lokið. Varst þú með einhverja fleiri punkta? Ég get ekki setið á mér sko. Ég ætla að hendi sinni hérna, ég er með tekjur per útibú. Ok. Og ég gef mig það að Lyfjaval hafi verið með 3 2021. Já, það er samkvæmt ársreikning, þá stendur það bara stendur það svart á hvítu. Já, 509 kísukúlur á hvert útibú. Lyfsalinn 259 og svo var hérna Lyf og Heilsa 342 og Lyfja 289. Það má samt taka fram Lyf og Heilsa með 30 og Lyfja 45. Þannig að eitthvað hefur líka Nei, þetta er örugglega bara á pari við þessa 74 tölu sem við nefndum áðan. Það sem ég ætla að segja, það er hérna í áætlunum skel fyrir 2023, árið sem við lifum á í dag, að það stendur reynda framlegð, en mig grunar að þau hafa alltaf að skrifa velta, að veltan af þessum tveimur félögum verði 3,1 milljarður á þessu ári. Miðað við 7 útibú, þá
þá eru að gera ráð fyrir 448 milljónum per útibú hjá Lyfjaval sem lækkun, en vissulega fleiri útibú lækkun en tróna samt á toppnum það bara verið að móka út áhugavert að fylgjast með þessu það mér finnst allt svo spennandi í kringum skel sko, þú veist hvað er þetta að verða? Það er eitthvað skrimsli í vændum sko. Það er verið að smíða eitthvað skrimsli ég elska það Herði, varstu búin að heyra það nýja? Nei þau eru ekki með í flestum orðum þú veist þannig að þú segir í staðin fyrir ég skil ekki þú segir alltaf ég skil ekki það er að nýja ég í staðin fyrir ég skil skemmtilegt ég skil já ég skil herðu efnahagsreikningur dembum okkur í hann ég ætla að hafa hann í boði Rekus og sem fyrr Yngvi Rekus nú fór ég að velta þig fyrir mér hefur þú einhvern tímann staðið frammi fyrir því að vantar skrifstofu? Já Var Rekus í boði þá? Nei Hefur ekki fagnað því ef Rekus var í boði þá? Heyrðu, ég er að rugla Ég var í Rekus þegar við lendum í þessu 2018 Já, einmitt, þú varst eitthvað búin að nefna það? Já, þetta er stórkostlegt Svo fór ég að velta þig fyrir mér, var ég kannski að rugla En þú varst Ég verið á Rekus, þetta er geggjuð Það sem er skemmtilegast í Rekus er væpið, þú kemst í þú veist, þetta er ekki klasi Nei Þetta er bara svona Þú kemst í kynni við alls konar Já, aðra frumkvöla og fyrirtæki sem er hann í kring Ég mæla alltaf með þessu fyrir svona sjálfstæðar ráðgjafa og aðra sem er að byrja að vera svolítið bara að sitja við kaffivöluna fyrstu dagana og vera svolítið svona bara, hvað er þú að gera? Já, ég er hérna að gera Já, getið þið vantar ráðgjöf í þessu En taldur kaffivél og kaffi, þannig er allt innifalið, frítt, kaffi, þrif, húsgögn, internet og svo ber auðvitað nefna það að þú ert í Rekus á Íslandi þá ertu með aðgang bara að öllum svona business lounge þetta heitir Business Lounge Rekus and Spaces bara út allan heim og það er endurgjaldslaust yfir 4 staðsendingar hvetjum fólk bæði bara einyrkja minni fyrirtæki, miðalstór svo eru þessi stærri farin að nota þetta sem hybrid vinnustæði þannig að við hvetjum ykkur til að kíkja á Rekus Það er ekki lengur þetta work from home það er work from Rekus það er nýjasta trendi Herðu, efnahagsreikningur byrjum á eignum líkt og við tók fram áðan að þá er ekkert fasteignir lengur í félaginu þar sem að þær voru fluttar yfir á Landakot fasteignarfélag og það var ekkert selt á milli samkvæmt ársreikning heldur bara flutt á milli þetta er bara að þú tekur túnfiskinn treður honum í dós og kötturinn Kaldalón býður bara eftir að komast í þetta þetta er þannig fasteigninar beint í dollu með þetta flytjum þar bara yfir hann er bara jakka þetta en fastafjármunir eru þá ekkert neitt sérlega stór stærð í efnahagsreikningnum þetta eru rétt rúmar 18 milljónir króna á bókfæru virði allt er þetta áhöld, tæki og innréttingar en til að renna aðeins yfir þessar fasteignir þá voru það skráðar á 148 milljónir króna bókfært virði árið 2020 og það kemur fram í tilkynningu til kauphallar við kaup Lyfsalans við kaup Lyfsalans á Lyfjavali að Lyfjaval rekur einnig 3 apótek, það er Mjótt, apótek Suðurnesja og Bílaapótek Hæðasmára með í kaupunum fylgja framagreinda fasteignir og þegar þau segja framagreinda fasteignir þá eiga þau væntanlega við fasteignir sem bara eru undir þessum apótekum svo má áætla að það séu fasteignir sem er að ræða en það kemur vissulega ekki fram í ársreikningnum hvaða fasteignir þetta eru en eins og ég segi enga fasteignir skráðar árið 2021 inn í félaginu en þá skulum við bara kíkja á veltufjármuni þær eru 315 milljónir króna og þar eru við með birgðir fremstar í flokki fyrir 105 milljónir rúmar og þá eru þetta ráð að kíkja á velturhraðan og bara svona til að rifja þetta aðeins upp fyrir fólki þá er ég að taka meðaltal á stöðunni eins og var í byrjun árs og svo í lok árs og deili því í kostnaðarverð seldra vara og þá fæ ég veltur hraðan og fæ 10,5 sem þýðir auðvitað að þau eru að endurnýja lagerinn á 10,5 mánaða fresti sem gerir biðtíma upp á tæplega 35 daga þannig að það má áætla að þau séu svona á 35 daga fresti að rúlla lagernum til samanburðar er Lyfja með 31 dag og Lyf og Heilsa 41 dag þannig að rauninni hraðasti velturhraðin er á Lyfju hægasti hjá Lyf og Heilsu og svo kemur þarna bara Lyfjaval akkurat á milli en hvað? En þegar þú sagðir hægasti, hvað sagðir að Lyf og Heilsa hafa verið með?
Liv og heilsa 41 dagur. Já. Svona tæpla. Þannig að það rauninni hægasti velturhraðin. Tekur 41 daga að tæma lagerinn hjá þeim. Með þessar tölur. En enn og aftur, þá ber að varast að trúa þessum tölum í blindni. Þetta vissulega svona nákvæmasti mælikvarði samt. Út frá árseining. Hvað var það birgðastýringu? Hvað, þú veist, við förum ekkert lengra á þess að þú segir mig. Hvað þú veist, með hraðan velturhraða í apóteki? Og hægan? Já, hvað það er? Ég skal ekki segja, skilur, en þetta allt á svona mjög svipuðu reiki. Og ég segja reitt. Biðtíminn þarna frá 31 dag upp í 41. Og ég segja reitt. Eina sem ég skil í þessum business að ég skil ekki neitt. Þú veist, fyrir heildsala á þessum markað, þú veist. Og annað, við hefum kannski átt að koma inn á dagann. Þú veist, við þekkjum þetta út í búð. Þú getur farið í Krónu og Bónus, svona low cost, samt með gott úrval. Ok, tökum betra dæmi. Ef við langar í eina barbecue-sósu, þá getur farið í Krónuna eða Bónus og það er 90% líkur og færð eina fína barbecue-sósu. Fyrir hagkaup, þá heillar ekki að barbecue-sósu. Þetta eins í þessum apóteku? Hefur spáð í þessu? Já, ég var eiginlega bara að spá í þessu fyrst núna þegar þú varst að minnast á þetta fyrir þáttinn, sko. Hvort það séu svona sömu vörur, því að við vitum það, þú veist, Krónan til dæmis kannski kaupir einhverja vöru og Bónus ekki. Já, og þú veist, svo eru þau líka í private label, hnetusmjör og eitthvað frá Krónunni eða Bónus eða einhverjum svona hamingjupokar eða hvað þetta heitir, hnetupokar minna ég. Hvernig er þetta? Ætli Liv og heilsa séu bara, við erum að framleiða eigin smokka í Tælandi hérna sem að heita bara Lipsís. Já, ég var það nú stórlega en vissulega er áhört að velta því fyrir sér hvort að þau gætu kannski verið með einhverja smokkategund sem að ekki þú veist, annar staðar sko. Ef það er einhver apótekari eða lyfsali sem myndi nefna að gefa sig á tal við okkur, þá er hann velkomin í þáttinn, eða hún. Út af því að ég held samt reyndar að við erum svona forréttindaprinsar, að við erum ekki með neina, hvað segir maður, arfgenga eða langvinna sjúkdóma. Þannig við erum ekki upp á þetta kerfi komnir per se. Hvað heldur að þú farir oft í apóteku ári? Ég veit ekki það oft sko. Ég reyndar alltaf með sko nefsprays fíkn. Já. Þannig að ég svona kíkinu við öðru kóru og kaupið mér nefspray sko. Já, maður þekki þetta. Ég fór reglulega og keypti mér alltaf besta gelið svona sem að lyfja á mig. Þau eru hætt með það núna, þannig ég er hættur að fara að lyfja. Var þetta svona shockwave gel eða eitthvað þannig? Nei, þetta heitir mold held ég. Nei, matt. Já, vax. Þetta er svona lítil áltúba. Er ekki vax? Jú, vax. Nei, þetta er kallað leir. Leir. En sko, punkturinn var þessi að þetta var eina ástæðan fyrir að maður fór í apótek í mjög langa tíma fyrir mig var bara að kaupa þetta. Svo þegar maður eignast börn, þá ertu bara annað hvern dag. Já, þá byrjar maður að kunna meta bílaapótekin, bara stíll og eitthvað í augun og jari. En maður áttar sig samt ekki á vöru úrvalinu. Nei, ég veit. Þú veist, ætti að vera að taka stílinn einhver staðar annar staðar. Það er alveg einnkaupastýring í þessu sko. Sko, meðan við álagninguna sem þú nefndir áðan, þetta rockar á bylunu 47. Já, eitthvað þannig. Þá er þetta ekki það svívirulegt að maður sé bara eitthvað, já, ég verð að taka einhvern hring til þess að fá þetta. Já, þetta er kannski, eflust ekki apóteks. Kannski krifja þetta fyrir eitthvað föstudagskaffi hérna. Herðu, við erum enn í veltufjármunum, ég var að fara yfir birgðir, þar voru 105 milljónir króna, næst á eftir því kemur handbært fé upp á 82 milljónir tæpar, nokkuð hlaðin hjá þeim Pingjan. Herðu, svo er það kröfur og tengda aðila upp á 69 milljónir, sem er að mestu bara krafa á móðurfélag, Lyfsalinn EHF 67,9 milljónir og svo 1,1 milljón á systurfélag sem er þá væntanlega Landakott. Nú, því næst er að viðskiptakröfur upp á 59,2 milljónir, samtals er þetta 315 milljónir. Við erum ekki að drukna í skýringum þarna sko. En þetta er bara svona eins og gengur og gerist, ekkert óeðlilegt við þetta. Herðu, þá dömpum okkur yfir í skuldir og undir langtíma skuldum, þar er bara ekkert að sjá. Þessi fyrirtæki sem við erum að taka fyrir eru meira og minna bara öll skuldlaus til lengri tíma. Vissulega runnu samt skuldir tengdar fastegnunum yfir í Landakott á þessu ári, bara með fastegnunum sjálfum. Svo þær eru þetta eitthvað gíraðar, en svo erum við hérna með tekjuskatt skuldbindingu upp á 3 milljónir sem er svo kallar víkjandi lán, við tökum það ekkert með inn í langtíma skuldinnar, en annars eru þau langtíma skuldlaus. Skammtíma skuldinnar eru þó einhverjar, samtals 189 milljónir og þar eru við með viðskiptaskuldir upp á tæplega 128 milljónir og það er líklegast bara það sem þau skulda, þú veist, byrgjum og þess áttar.
Svo eru hérna skattar ársins 28 milljónir og svo aðra skammtíma skuldir fyrir 33 milljónir. Og ef kíkt á veltu fjár hlutfallið, gamla góða, þá má sjá að þau eru bara í fantaformi þar með 1,67. Livja og Lyf og Heilsa eru með talsvert lakara veltu fjár hlutfall, Livja með 0,93 og Lyf og Heilsa 0,69. Við viljum náttúrulega sjálfsögðu sjá þetta yfir ásnum hjá fyrirtækjunum. En Livja Val að gera best hérna. Og skoðum bara til hamingju með það. Þau eru lean mean Hvað segirðu? selling pilling machine. Já, má segja það. Já. Takk fyrir það. Samtalsskuldir tæplega 192 milljónir króna. Það gefur okkur skuldahlutfall upp á 57,6% sem bara stór gott. Við viljum svona 60-40, það þetta gullna, þessi gullni meðalvegur. Já, þá bankin ekki með því alveg í vasan. Nei, ég segi það. Já. En já, sko, það náttúrulega, sko, hér erum við með næstu 60% skuldahlutfall, 40% eiginfjárhlutfall. Já. En splittar ekki diff, þetta er 57,6%. Já, ég skil. Já, ég skil. Það eru Livja 56,3% skuldahlutfall og Lyf og Heilsa 69%. Þannig að Lyf og Heilsa ívið gíraðast þannig, sko. Og hérna, já, eigið fyrir bara rétt í lokin. Við erum hérna með sko, þetta eigið fyrir upp á 141 milljón, að því óráðstafað eigið fyrir 131, svo hérna hluta fyrir upp á 8,2, lögbindi varasjóður upp á tæpa 2. Þannig að þetta bara, ég held að félagið hafi bara verið í stórfínum málum og eflaust ennþá betri málum í dag. Eftir þessa sameiningu og eftir þessa tilkynningu sem hún nefnir. Já. Og sko bara svona til samantektar í boði Dominos þá þetta sko fasteigna play alltaf skemmtilegt og maður velti fyrir sér sko hvað verið að gera þarna. Þetta bara bein samkeppni við Livju og Lyf og Heilsu bara í undirbúningi, bara í hérna, þú veist, þau eru í öllu einhvern veginn, bara þessum retail. Já, bara eins og búið að koma fram, það bara verið að hérna dreifa ekkjunum, þetta verður ekki bensínsala. Nei. Þetta verður smásala og þetta verður allur retail sem að þú getur ímyndaði nánast. En ég reynda þegar maður hugsar það núna, ímyndaði hvað enn einn á þá inni að fara að drita Livju apótekum út allt. Næstir og fer í staðartskála, þá var það bara eina pulsu, neyðapillu og Powerade, sko. Ætlum við sem að fara sífellt meira út í þessa þróun, vera bara með bíla apótek alls það. Það lítur út fyrir það. Festi náttúrulega player þarna núna. Það verður spennandi að fylgjast með því, en svo bara, ég elska að sjá þetta fasteignaplay alltaf, sko, hvernig þessu skiptu upp. Það ekki bara svona long term visionið, að vera bara með fasteignaveldi, kalda lón. Real estate. Vera með þetta út allar koppagrundir. En það verður spennandi að fylgjast með þessu og eins og ég segi, ég eiginlega bara svona get ekki beðið eftir að sjá fyrsta heila rekstrarárið, hérna, þetta saminuðu, hjá, hérna, Livja Val og Lyfsalunum. Nei, það mjög gaman að líka sjá hvernig spár stjórnenda, hvort það munur rætast. Já, ég segi það. Eður ei. Hörðu, þetta var í boði Dominos. Við minnum ykkur að sjálfsögða að það er þriðjudagur í dag, þriðjudagstilboðið, gamla góða. Já. Ég fæ ekki nóðið allavega. Búin að geta allt og mikið á Dominos og veistu, mér líður bara mjög vel með það. Já, mér líka. Geggjað. En sömuleiðis ef þú ert að hlusta á þetta alla aðra daga, þá Dominos besti vinurinn. Af hverju eldaði í kvöld? Fáðu þér Dominos. Það engin ástæða til að elda á þriðjudögum. Ég segi það. Þetta er besti dag af vikunar. Ég segi það. Domingos. Herru, þú ert með eitthvað svakalega romsu núna. Vermats juice. Já. Nú drýpur juiceinn. Það er yfirferð á mínu skapi. Sko, já. Bara út af því að við erum með svo mikið info allt í einu. Varst þú eitthvað búin að spá í þessu? Já, ég var náttúrulega búin að sjá það í ásendingnum hvernig kaupunum var skipt. Já, þú sást þessa tölu. Sko, ok, tökum stutta yfirferð á þessu. Verðmat á apótekum. Hvað heldur að margfaldarinn þar sé? Já, ég skal ekki segja. Með að við allavega það sem ég sá var þetta EBITDA margfaldar upp á svona 5,67. Já, þú varst búin að kynna þetta alveg. Já, ok. Heyrðu, ég fann sko með að við 700 og eitthvað miljón krónar kaupverð þannig. Já. Og EBITDA ársins 2021. Já, ég reyndi að leggjast mjög djúpt og fann þarna fræðigrein hjá sko svona mergers and acquisition búlu. Já, er þetta damadaran eða? Nei, þetta er bara svona, þetta er sko viðskipta, þetta er bara M&A búla. Ok. Þetta er bara, hvað segir maður hérna, ekki hvítfylbi, bara ráðgjafar í kaupum og sölu á apótekum í Bandaríkjunum. Já, ok, bara í apótekum sérstaklega. Já, og voru með þarna upplýsingar hvernig þú ættir að valjúa og það sem ég dró úr því var bara
bilið er 4-6 sinnum EBITDA. Já, það er aldrei meira, aldrei minna. Nei, veit. Sem að rýmar mjög vel við það sem gerist hjá Lyfjaval. Svona að hluta til. Fasteignaplay er náttúrulega bara hægri rassvassi og hitti vinstri. Sko, krifjum þetta aðeins. Það kemur fram í skýringum ársins 2021 að Lyfsalinn kaupir 100% í Lyfjaval á 744 milljónir. 517.200. Ég held að þetta væri ekki svona stóru fyrirtæki. Ég held að menn væri alltaf að námynda. Að menn væri alltaf að námynda? Já, þá töluna? Já, þetta væri bara 744 milljónir. Það er þetta bara upp á krónu, sko. Og 520. Þannig bara, nei, það voru 517.239 krónur. Það er virði fyrirtækisins. Sko, EBITDAN þetta ár 129, 873. Þetta gefur okkur 5,8 sinnum EBITDA, rétt að þér. Sko, eitt hérna fyrir okkur sem erum þung í House of Scale. Byrju, það eru 128 miljónar EBITDA. Það var 150 og... Ég er að taka fyrir árið undan. Já, árið undan. 2020. Já, 2020. 21 er hérna... Er það ekki rétt í mér? Jú, 129, hérna, 873. Sko, 5, já. Nú datt ég alveg út. Hvað varst þú að segja? Þú truflaði mig. Já, þú talaði með að við... Og ég fann... Sko, ég þarf bara að rúla fram. Sko, ég ætla að segja eitthvað með hérna House of Scale. Já, ég skil ekki. Sko, ok, fyrir það bara yfir í Lyfju, kannski rífast upp. Sem er keypt núna fyrir 2 mánuðin síðan. Þar kemur fram. Viltu giska á verðmæti Lyfju? Ég ger nú verðmæti á því einu sinni. Já. Já, það mér segja hérna. Bara... Já, ég bara gerði... Snemma heima prikinn á 5. degi. Ég gerði bæði aggressíft og passíft verðmat, sko. Ertu með það? Gráðu það upp? Já, örugglega einhver staðar. Við erum með fólk að bíða. Sko, heildarvirði Lyfju í þeim viðskiptum er 7,8 milljarðar króna. Þar sem að kemur fram að áætluð EBITDA þessa ás, 2023, verði milljarður og 44 milljónir. 1 milljarður og 44 milljónir sem er markvaldur upp á 7,47. Það kemur þó fram að þetta geti lækkað með til hvar skuldir munu standa. Sko, ég gerði verðmataðum, þetta er byrjun árs 2018. Já, ok. Þá var svona aggressíft virði félagsins hjá mér 9,6 milljarðar en passíft 4,6. Já. Og þau hafa komist í þessa pappira hjá þér og sagt, tökum Mello, 7,8. Já, með EBITDA markvaldur upp á 6,22 hérna. Eitt skemmtilegt samt. Ef þú tekur þessar tölur meðan við EBITDA ársins 2020 semst árið undan fyrir Lyfju meikar ekki sens, nei, sorry þá var þetta slétt 7 þannig ég held að menn væri að leyfa sér hérna slétta 7 bara. Þetta var sko, þetta er eiginlega ruglað ég gerði framtíðarspá með einhverjum bara svona, þú veist, meðaltalsvexti og það er lygilegt hvað spáin er búin að halda síðan, þú veist, ég er með spá bara fyrir 2018, 19, 20 og 21 ég var að byrja þetta saman, þetta er bara lygilegt hversu nákvæm spá innan gæsalappa þetta var hjá mér því að, þú veist, þegar þú komið með svona förm stórt, þú veist þá getur alltaf tekið einhvers konar meðaltal bara, þetta er aldrei að fara að vaksa um einhver 40% á milli ára, þetta er bara eitthvað svona meðaltal síðustu 10 ára og þetta ætti að halda nokkurn veginn tekjuvöxturinn í þessum apótekum er samt alveg nokkuð ríflegur, þetta komir óvart þegar lítur heilt yfir að þetta er meiri vöxtur heldur en maður bjóst við og mögulega er það sko að barnafólk er að koma inn alveg að rýta niður börnum eftir COVID allir að keyri sér stíla og aukdrópa og hvað þetta allt heitir inn að hérna, hvað var það aftur hérna, Vendi, ég maður ekki eða þjóðin er að eldast og gamla fólk er að detta inn á alls konar lyf, sykursýki og hvað þetta allt heitir Heyrðu þetta er alveg lygilegt að Já, ok, heyrðu, ég er alveg búin að missa þráðan hérna ég var að muna núna, sko, það sem ég ætla að segja fyrir þau okkar sem eru þung í House of Scale að það var byrt þarna verðmat á öllu sem ég kom inn á áðan og hérna er áætlu spá fyrir Lyfjaval þau segja framleiðin verið 3,1 milljarður það meikar ekki sens, það hlýtur að vera veltan EBITDAN 305 milljónir þannig að markmiðinu náð frá 2 árum undan ég hendi bara hóflug það er engan sens að segja framleið upp á 3 milljarða og EBITDA 300 sko nei, sko þau væri að fara já, þau væri sko að fimmfalda veltuna eða eitthvað ef það væri staðan
En sko það gefur mér, ef ég tek bara hóflegan 7 á þetta verðmat upp á 2,1 miljard en hérna sett að ekstra verðið sé 3,5 þannig að EV/EBIT 2023 sinum 11 en hvað sagður þetta hafi verið hjá Liviu? 7,47 7,47, já. En þetta svona þegar þið sjóðstreymis sneflarnir komist í Excelin alveg Excel-kúrikar sko og bara hérna þetta ekki stöðugur 40% vöxtur í 3 ár og ávöxtunarkrafan 8%. Já, ég meina þú veist, það svo sem það erfitt þegar þú veist ekki framtíðarplönin að taka þetta eitthvað annað heldur en út frá miðaltali sko. En ég var með 6,22 í EBITDA markvaldara út frá sjóðstreyminu sko, þannig að þetta er skemmtilegt, þetta er gaman, þetta er leikfimi. Þetta er Excel-leikfimi. Mennum lendir stendum að. Heyrðu, erum við þá ekki bara að vera tæmtir? Jó, ég held að. Bara góður í bili. Það var skemmtilegt. Já, er það ekki? Jó, voru þið ekki bara nokkuð skellegir? Jó, Herðu, ég skell þig. Herðu, þá segjum við bara lokið í dag. Við verðum aftur með ykkur næsta föstudag. Kæru hlustendur, takk fyrir hlustununa. Takk fyrir. Já, þess.